Góðan daginn, gott fólk, og velkomin hingað. Suma ykkar hafa nú verið hérna áður, ekki? Þannig að ykkur rennir ykkur hvað framundan að eitthvað gott guðsorð kemur út úr þessu öllu saman. Þannig að við sjáum bara til í hvað átt þetta fer, en við vitum einnig af reynslunni að í einhverja góða átt fer þetta. Vegna þess að drottinn sjálfur, hann lætur engan að sér hæða og það mun enginn fá neina höng til að setja upp á bak drottins. Hann gerir verkið fullkomin og það því ekkert upp á hann að klaga. Hann gefur okkur góðan boðskap að þar heldur ekkert upp á hann neitt að klaga, en að við skulum bara hlusta og læra og nema vegna þess að drottinn sjálfur að tala. Sjálfsögðu ég ekki að benda á mig sem drottinn, heldur ég bara þjónn hans, verkværi hans sem hann að nota. Ég held að við séum með þetta alveg á hreinu eða hvað, ég veit svo sem ekkert hvað menn eru með á hreinu. En svona þetta, hann dó í mannsins stað, gaf manni sem að tekur að sér heilagan anda, sem tengingin við himinin. Heilagur andi, hann býr í mér, í brjóstinu mínu, og þeir eru í stöðu samfélagi og sambandi, heilagur andi og Jesús og Faðirinn líka. Faðirinn, sonurinn, heilagur andi. Þannig skiptingin. Og hann grípur hvern sem hann vill í mannhafinu og í þessu tilviki mig á sínu tíma og einhverju tíma einnig þig. Akkur hann tók okkur, það ekki okkar að svara, en svona vinnur bara Guð. Hann hefur sitt lag á, gerir eins og hann vill og spyr engan að. Og svo lærum við það að við bara samþykjum það sem drottinn að gera og minnumst orða Krist á krossinum sem að hrópaði út yfir fólki sem var í kring. Það fullkomnað. Þannig eru verk drottins og þau eru fullkomin, og það sem fullkomið, að þar engu við að bæta og þar má heldur ekki taka frá. Til að einhvað sé fullkomið áfram, þarf allt að vera til staðar alltaf sem á sínu tíma gerði það fullkomið. Sköpun Guðs fullkomin, en inngrip mannsins hefur í raun og veru eyðilagt þessa jörð. Það verður maður nú bara að segja alveg eins og Mistækir menn eins og ég og þú og allir hinir höfum gert það að verkum að jarðarbúa glíma við alls konar vá sem ekki hefði þurft að gerast, hefði drottinn haldið sínu fólki bara inni, en hann gerði það ekki. Hann náði því ekki, vegna þess, hann gaf okkur stóra gjöf sem heitir að velja sjálfur sína stefnu með sitt líf. Og við þekkjum svo sem grunninn að þessu öllu saman. Það var orð óvinnar Guðs sem að gerði uppreisn á himnum og steypt niður til jarðar og hér enn í dag, að afvegaleiða mann og annan, ljúga að manni og öðrum, og útkoman verður tóm lygi, tómar skáldsögur,
bara allt á milli himins og jarðar, og menn gæta sín alveg sérstaklega vel á því að það rekist nú allt saman á orð Guðs, sem menn frá fyrstu tíð hafa vilja bara burt með þetta orð, og það nú svolítið háa rödd það nákvæmlega í dag, að menn vilja bara burt með þetta orð. En ég segi að þessi rödd fráleitt ný. Hún verið alla tíð. Það kom strax fram hjá Adam og Evu, þegar fram að þeim tíma þá hittust þau í kvöldsvalanum og öllum hlakkaði til að hitta alla. En svo eftir þetta atvik þá komin sektarkenndin, og drottinn kemur á staðinn þar sem þeir vanalega hittust á, og hann sér engan. Hann lítur í kringu sig og fyrir að leita, og svo hrópar hann: Adam, hvar ertu? Og eftir einhverja stund þá svarar Adam og hann segir: ég var hræddur við þig og ég vildi ekki láta á mér bæra þess að eitthvað í þeim dúri, mann ekki alveg orðin. Þess að hann ætlaði bara að fela sig, þorði varla að draga andan. Í þeirri vona að Guð bara færi, þannig að hann slippi fyrir horn. En Guð fór ekki, og endanum hreyfðist einhver laufhrúga hérna, og upp úr laufhrúgunni steig Adam og sagði sín orð. Og þetta enn í gangi. Og birtingamyndin ótti við það sem að Guði snýr. Og svo eru menn orðnir ósvífnir reyndar að þeir telja þetta vera orðið fyrir. Þetta verður allt saman, þetta kom allt inn við skilnistri, eftir atburðin við skilnistri góðsóils. Þannig að fögnuðurinn yfir því að hitta Guðsinn og ganga með honum í kvöldsvalanum hefur ekki verið síðan. Að vísu kviknar þetta nú svolítið tilbaka þegar að menn öðlast trúna á Jesú. En þó tel ég að það sem að við erum að upplifa sem kristi fólk verði aldrei neitt nema skuggamyndin af því sem var fyrir syndafallið. En við höfum svona smávegis smjörþef af því hvernig þetta var. En við erum ekkert að upplifa þetta neitt eins og Adam og Eva og á göngu sinni með Guði í kvöldsvalanum. Við erum ekkert að upplifa það neitt. Það bíður síns tíma. En þar munum við upplifa þetta í öllu sínu veldi. Það að segja, þegar búið sem þetta endun í allt og gamla draslið komið á haugana, þar sem það auðvitað á heima. Og þá mun drotti ríkja og ráða til eilíðanóns og engin fleiri skakkaföll verða. Því að sá sem afvega leiðir, hún var kastað af himni eftir uppreisnina þar og hefur síðan spriklað á jörðinni í einum einasta tilgangi að afvegaleiða mann og konu. Og hann skáldsagnar meistari mikill og kann skáldsöguaðferðina fram og tilbaka og betur öðrum mönnum. Og hann gæti sín á að vera með allt sem hann segir andstætt við orð Guðs, en það hefur hann ekki leyfi til þess að fara með sannleikan. Hann hérna til að ljúga að fólki, manni og öðrum. Það nú bara þannig. Og hann náttúrulega gæti sín á því að fara ekki fram úr sér þarna og ekki dettur honum í huga að segja sannleikan, vegna þess að hann misti sjálfur frá sér sannleikan og útilokaður til eilíðanóns inn í ríki Guðs.
Og þarna líka komið fram hefnigirnin og heftúleikin sem einkennir nú ennþá fullt af fólki, að það vill ekki að nokkru manni vegni vel, að það sjálfbúið að missa allt niður sig og sér ekki að það hefur mist allt niður sig og hýstjast því ekki upp við sér buksurnar og getur ekki hugsað sér að aðri gera það heldur. Þannig að þetta ákveðin blekkingamind sem í gangi, en við erum ekki þar, að við erum sannleikans megin, við erum fólk sannleikans sem að segjum öðrum sannleikan og byrjum á því að segja okkur sannleikan, því að ég verð fyrst að trúa því að þetta sé sannleikur sem til að mynda orð Guðs að segja og ég fer með þetta. Orðin sannfærður sjálfur að þetta sé hreinn og tær sannleikur. Þetta trúin sem gefur okkur þetta á Jesú. Þannig að þetta ekki bábilja sem verður að tala hér og þetta staðfesta allir sem að til þekkja, til málsins þekkja og víkja ekkit frá þessu vegna þess að það sem satt, það satt og rétt. Og við viljum að þetta sann og rétt að komi fram. Við erum hætt á hinum staðnum. Við erum ekki lengur að hlusta á skáldsöguna, við lesum auðvitað skáldsögur, en ekki þessar skáldsögur sem að burtskýra í öðru hvoru orði allt sem Guð hefur gert, en það Satan og hans lið og árar sem eru þar. Og þeir fara mikinn og þeir eru bara þarna. Og þeir svo sem hafa ráð, þeir bara lokuðu reynilega á Guð. Þannig að þú sérð hann ekki neitt. Þú sérð hann ekkert þegar hulunni svipt frá. Og þú getur verið alveg pottjættur með það að Satan gerir það ekki. Svo fyrir utan það, þá hefur hann ekki leyfi til þess, hann hefur ekki leyfi til þess að segja þér sannleikan. Við sjáum merkið þetta í orði Guðs. Voru ekki ykkur illir andar sem voru að gapandi þarna og segja þetta verið sonur Guðs eitthvað svoleiðis og hann sneri sér að þeim og sagði þeim að þegja. Því þeir mega ekki opinbera drottinn. Þeir vita alveg hver hann Drottinn bara, þegi þú. Því að hann ætlar að nota sitt fólk, sjálfan sig auðvitað, til þess að ég fái þessa opinberun. Það var Drottinn sem frelsaði mig og engin maður. Og Drottinn að kenna mér, í raun og veru engin maður. Heldur Drottinn sjálfur, að því hann minn Guð. Og í raun og veru það þannig líka hjá þér að það Drottinn sjálfur sem að kennir þér fræðin sem að Biblían inniheldur. Engin maður í sjálfu sér. Þú að vísu horfir á manneskju, mann eða konu sem talar orðin, það allt annað mál. Því að heilagur andi hann starfar í hvort sem mér eða þér sem trúum og það andi Guð sem að tala. En þú munt alltaf auðvitað horfa bara á mann eða konu. En orðin sem hún talar eða hann eru guðleg orð. Þess vegna metur trúa hjarta þitt þessi orð og meðtekur. Eða þessi orð sem koma, þau valda einhvern svona hristing í þér. Þá ástæða til þess að mögulega ástæða til þess að skoða það eitthvað betur fyrir þig. En það getur alveg líka verið annað þar sem að gerist að þú ferð svona aðeins að hrista þig til yfir því sem þú heyrir, að þú hefur ekki verið að meðtaka rétta kennslu. Það nú einn vandinn. Það mikið sagt. En þess vegna þarf þú og ég og við að vera vel að okkur til að við séum bara vissir sjálf. Eins og ég hef oft sagt, og það langt síðan að ég alla mína trúagöngu hefur ég verið með inn á þeirri línu, að ég þarf sjálfur að bera ábyrgð á þessu.
sem merkir það að það er alltaf að láta mata sig, en þú ætlar bara að vera þar og ertu nú komin á nokkuð hættulega braut. Ég get ekki mælt með því að nokkur farið með sjálfans þangað. Það sjálfsögðu gerum við ekkert lítið úr því sem verið að segja, en við eigum bara að vita sjálf hvernig landið liggur. Af hverju? Af því við getum það. Það er hægur vandi að vera með sjálfan sig á þeim stað. En við þurfum að gera það. Það er eitt af því sem trúin vill og Drottinn sjálf vill að við gerum þetta meira og minna sjálf. Er þetta ekki hroki? Já, hvað er ekki hroki? Spyr ég nú bara. Er ekki allt hroki? Þetta er ekki hroki, þetta er bara það sem þarf. Þannig að við þurfum líka að vera með á hreinu hvað er hroki í mönnum og hvað er bara sannleikur. Og þetta kemur allt saman að við fáum rétta uppbyggingu í trúnni. Ég ber sjálfur ábyrgð á þessari uppbyggingu sem ég er að fá. Það er ekki rétt hjá mér. Það getur engin annar borið ábyrgð á henni nema ég sjálfur. Skoðaðu líf mitt og skoðaðu líf þitt og skoðum líf hvors annars. Höfum við ekki sjálf ákveðið og valið hvað við gerum? Jú, og okkur er gefið þetta, það er ætlast til þess af okkur að við vinnum með þessum hætti. En við söfnum upplýsingum, það er alveg rétt. Við erum náttúrulega með eyru sem er að heyra allt sem er að gerast í kringum okkur og ef við uggum ekki að okkur, ef við förum að toga þetta allt inn og gera það að einhverjum sannleika, hvað endar það? Þú sér að bæði ég og þú, við þurfum að vingsa úr. Eins er það með það sem þú ert að heyra í kringum Guðs orð. Þú þarft að vingsa úr, en hvernig ætlar að vingsa úr? Sért ekki sjálfur og sjálf með haldgóða þekkingu á orði Guðs. Þú getur ekkert vingsað neitt úr með neinum eðlilegum hætti nema þú hafir þetta til að bera. Og þú getur það. Þú átt til orð Guðs og þú lest líklega reglulega í orði Guðs. Sumir lesa daglega í orði Guðs, en kannski svona meiri óregla á þessu hjá sumum, en ég hygg samt að ekki sé til svo manneskja kristinn sem ekki inn á milli allavega er að glugga í orð Guðs. Þó að reglan kannski sé ekki ennþá komin á, en það má alltaf hvetja til þess að við séum með reglu á lesturinnum okkar. Og þarna komum við að andstyggð, sem sumum finnst, sem er þessi agi. Að við þurfum að aga okkur undir þetta og það er náttúrulega fyrir margt löngu sem ég komst að því hvað agin er rosalega gagnlegur í öllu þessu ferli. Það er agin sem kemur þér að verki. Það er í aganum sem þú gerir það sem þú veist að væri betra fyrir þig að gera og þú sinnir því í aganum, undir afli agans. Agin er nefnilega eitthvað sem svo mörgum er í nöp við, af því hann er agi. Af því hann er þessi tiftandi agi. Hann kannski tekur á okkur völdin og hefur örugglega oft tekið á okkur völdin. Við ætluðum að fara til hægri en allt í okkur sagði okkur að fara til vinstri. Og svo framveg. Og svo sjáum við það að því agin við erum farin að temjast við agan, merkilegan agan, það er bara miklu betra að vera með þessa reglu á sínu lífi. Agin er leið að hafa reglu á sínu lífi og góða reglu á sínu lífi og það sem er regla, það er ekki upplaust og bara hver að gera sitt. Þannig við vitum að hverju við göngum að því við erum agaðar manneskjur. Þannig að þetta agin heldur utan þetta allt. Agin heldur utan alla þína trú. Þannig að Drottinn talar ekki heldur staðlausa stafi þar þegar hann hvetur okkur að þessum borðum.
sem gera okkur gott. Þetta eru nektarborð drottins. Aginn segir mér það, að þarna sé nektarborð drottins. Og ég vil vera þar og ég veit að þú vilt vera þar líka. Svo það spurningin, ertu svo mikið þar? Svo getur sagt mér hvað sem þú vilt, en það er kannski ekki aðalátið, heldur spurningin til þín og mín, er ég það sem ég segist vera? Ég bara veit það ekki. Ég trúi því að allavega ég sé það sem ég segist vera. Ég hef aldrei verið að þykjast neitt í þessu. Ég er ekki að segja það að allir aðrir gerir það ekki. Ég þekki margt fólk sem er alveg heilt í sinni trú og maður á sinnhátt ber virðingu fyrir þessu fólki. En ber maður virðingu fyrir öllum. Allir sé bara ekki svo þú. Annars er ég svo sem ekki mikið að velta öðru fólki fyrir mér og ég gerir nú reynda lítið að því. Þú kannski kannt að hafa heyrt eitthvað annað. En þannig er það nú ekki. Þessi ofurvitara manneskja, hún þarf að fara að halda sig bara út í horni. Það er ekkert gagn að henni. Ég vil ekki vera þar. Ég vil bara vera manneskja sem að veit hvað hún syngur, að því ég get það. Ég hef alla burðið til þess að vera þessi manneskja. Ég vil bara vera einlægur trúmaður. Er ég einlægur trúmaður? Drottinn staðfestir það nú, já. Ég veit ekkert hvað þú sérð, ef þú sérð einhvað. Þannig þetta er ekki eitthvað sem við þurfum að hafa neinar áhyggjur af og þarna þurfum við að taka augun okkar af þessu. Þegar þetta að vera með svona álit mann á sér, við höfum öllu þetta álit hvort og öðru, eða já, álit hvort sem það er jákvætt eða neikvætt. Þannig bara erum við menn. En ég þarf ekki að láta þetta hafa neinn áhrif á mig. Það er mitt val að láta þetta hafa áhrif á mig eða sleppa því. Þetta er það ekki takt að hafa þetta bara þannig að þetta sé ekki til. Því þetta er allt í kringum okkur. En mitt að vingsa úr þessu, þannig að ljósið haldi í það minnsta áfram að skína á mig ljós drottins. Ég hef allt val það. Þess vegna held ég mér við þann steðja þar sem ég fæ þessa næringu. Og hvar fæ ég þessa næringu? Ég veit hvar ég fæ hana. Upp úr orði Guðs. Upp úr því sem andi minn hrópar eftir daglega. Nærveru Guðs. Ég fæ þetta allt saman þar. Og þess vegna svona óbeint og óbeint hlakka manni til kvöldsvalans og göngunum með drottni í kvöldsvalan. Þetta er allt í gangi ennþá, þó að svona upplifunin sé örugglega ekki sama og var hjá Adam og Evu til að byrja með. Það hefur verið stórkostlegt. En ég held að við náum því nú aldrei vegna þess að við erum inn í þessari synd meira og minna. Þó við séum ekki að syndga sjálf, neð neitt af því, þá erum við nú samt inn í þessu. Það sem allt þetta blaður er. Allar þessar sögur eru. Allur þessi ótti og kvíði er. Hamfara línun og ég veit ekki hvað og hvað, stríð þarna og stríð hérna og eldgos þarna og hérna og ég veit ekki hvað. Þetta er allt saman til þess að vekja okkur ótta. En það þarf ekki að vekja þér ótta. Sjálfur hef ég ekki nokkrar áhyggjur af þessu. Kannski segir að hann er bara kærulaus kallinn maður, maður loka hann inni, maður er ekkert að hafa þetta laust maður. En það er ekkert svoleiðis. Ég fyrir mína parta bara valdi það að fara ekki út í hina sálmana. Ég er guðsmaður. Vissur það? Kannski veistu það, ég reyndar að veit ekkert hvað þú veist. En stamt er ég þetta nú. Og ég er stoltur af því að geta kallað sjálfa mig guðsmann. Ég elska að vera þessi guðsmaður. Og ég er ekkert að segja þetta til þess að upphefja mig eitthvað
fyrir þér, þegar þér er nákvæmlega sama hvort ég sé guðsmaður eða ekki, það veit ég. En kannski að þú þekkir til málsins, þá kannski gleðstu nú í hjartaðinu yfir því að hann sé þessi guðsmaður, bara eins og ég get alveg vel gleðst yfir því að þú sért guðsmanneskja. Og ég er að tala til guðsmannesku, og já, konu eða karls, vegna þess að ég veit hvað þarf til þess að þetta viðhaldist allt í viðkomandi. Það viðhelst með því að við til að mynda hlustum á efni sem þetta. Það viðhelst með því að við lesum orðið okkar. Það viðhelst með því að við byggjum bænirnar okkar og einkum og sérlagi viðhelst það með þeirri aðferð að við rækjum safnaðarsamkomur okkar. Komum til þess að hlusta á Guðs orð. Þannig að við hringjum ekki í kirkjunu en hver er að tala í dag og einhvern nafnafni á takk fyrir, kem ekki í dag. Við þurfum að deyja þessu. Því að Guðs orð er Guðs orð og það er langt síðan ég sá það stígur enginn í púltið nema hann og hún sem Drottinn sjálfur hefur valið. Og nú getur verið alveg rólegur með þetta. Ég er nú búin að heyra líklega 1000 predikana en ég minnist ekki einnar predikunar þar sem maður fór svoleiðis úldin út vegna þess að ræðum að það var að bulla tóma vitleysu. Ég hef aldrei orðið varað við það. Svona 99,9% ræðina af þessum toga hafa nú allar skilað af sér þeim árangri að nokkur uppbygging hafi orðið af. Af hverju? Nú að því að Drottinn á púltið. Hann er að sinna sínu fólki í kirkjunni. Hvaða fólk er þetta? Þetta er þetta frelsaða fólk sem hann gaf heilagan anda. Þetta er ekkert flókið. En fyrir sumum verst þetta vegna þess að þeir ná ekki tökum á sinni trú. Af hverju ekki? Það eru líklega margar ástæður fyrir því til að mynda ein sennileg skýring er að menn hafa aldrei almennilega tekið sér taki í Guði. Því að það er nú þannig, og við vitum það, að ég hef frjálsan vilja, ég hef frjálst val og til að gera hvað sem ég vill. En ég valdi fyrir mig, og þú líka kannski, vonandi fyrir þig, að sinna Guðs verkinu. Taka þessu alvarlega. Veri ekki einhver flöktandi fiðrildi eitthvað hér og hvar. Kannski var maður þetta tíma, en ég fyrir margt löngu hættur því. Og ég sæki bara eitt söfnu og ég sé ekkert athugavert við það. Men sem maður nú að heimsækja þar á söfnuði, það er enginn að banna þér það. En þú ræður sjálfur hvort þú gerir það eða ekki. Þannig að ég er ekki lengur þar. Ég held ég hafi bara aldrei farið á samkomu á öðrum stað. Jó, ég hef náttúrulega farið á samkomu, ég hef náttúrulega fór á mótið, kotmótið og hef farið þangað nokkur sinnum og sótt eina eða tvær samkomur. En svona alla jafna, þá er ég bara í kirkjunni minni. Og nýt allar að þjónustu þar sem að það er í boði og ég er alveg ágætlega sáttur við það og er ekkert að fara nýtt að breyta því. Vegna þess að maður hefur tekið staðfestuna inn í myndina. Það var enginn sem sagði mér að gera þetta. Nema bara trúin, hún kom mér smátt og smátt á þennan stað þar sem maður bara lokaði öllum dyrum og hafði bara einu að opna. Það er í aganu sem við gerum þetta. Og það er heilmikil svona einföldun og öllu þegar við erum bara með þetta er staðurinn og þangað ætla ég að fara. Þannig við erum ekkert að velta fyrir okkur neitt eða að hingað. Þetta er allt saman góði staðir, kristilegi staðir. Það er ekkert að því.
En það gott fyrir mig og þig að vera með einhverja reglu á þessu og þess vegna erum við í þessari kirkju eða hinni kirkjunni. Þetta mín reynsla. Ég man alltaf eftir því að lengi vel var ég ekki skráður í neitt söfnuð. Ég ekki að segja að skráning eða ekki skráning skeri úr eitt eða neitt. En nema því leyti til að skráningin í þessa kirkju eða aðra, það komið með þig á ákveðin stað og þú segir við sjálfan þig, þetta mitt andlega heimili. Og það breytir öllu þegar kemur öllu þessum málum. Þannig að þú ert ekki í lausu lofti með sjálfan þig, það var nefnilega það sem ég upplýði. Mér fannst ég vera komin í laust loft með sjálfan mig hvað þetta varðar. Og mér líkaði það mjög illa. Og ég skráði mig semst ég að tala frjálstandsöfnu, ég var auðvitað skráður í þjóðkirkjuna, það gerist bara sjálfkrafa. Og ég var ekkert að sækja hana, ég hef ekkert á móti þjóðkirkjunu, en ég var samt ekkert að sækja hana, ekki með neinu reglulegum hætti. Og aðhylltist þessa frjálsusöfnuði, svokölluðu frjálsusöfnuði, vegna þess að þar var þetta bara allt svona miklu líflegra. Kunni betur við að vera inni í þessu lífi og ræðan, hún var náttúrulega bara eins og ræðurnar eru í þessu frjálsu kirkjum, en ef við fyrum á hinn, blessaðan staðinn, að þar þetta svolítið stíft og formfast og þetta vitum við. Ég ekkert að setja neitt út á þjóðkirkjuna, mér þykir vænt þjóðkirkjuna. Þannig ég ekki einn af þeim sem hnýti í hana, allt rangt hjá henni, allt rétt hjá okkur. Því þannig það nú líka að það, ef það hægt að segja margt þjóðkirkjuna sem örugglega hægt að gera, þá ekki hægt að segja neitt minna þessa frjálsu söfnuði. Því að það sem þeir að gera ekkert endilega allt rétt fast, en það samt öðruvísi form á þar, öðruvísi lofgjörð, svona meira, svona fjör, eða þannig inn að gæsa að labba fjör, sem maður dregst að þessu. Það ekki bara ef ykkur verður nóg að hlæja, ég tala ekki það. Þú mátt hlæja, en ef þú hlærið þú mikið, þá verður hent út, það nú alls staðar þannig. Þetta svona, það að gæta hófst í þessu. En þetta sérst ekkert bannað. Ég veit að menn með kannski hlægi í þjóðkirkjunni í dag, svo langt sem ég farið þangað inn, en kannski ég farið nú að kíkja á hana að hvort ykkur hlægi á þess að vera hent út. Það nú reyndar aldrei gengið svo langt, en það var ekki æskilegt að menn gera það. Það þarf að sýna þetta virðingu. Svo maður sé ekki að sýna fólki virðingu, þú maður hlægi. Svo segir orguðis við að vera glöð. En ef við hlægjum þá okkur hent út. Hvað, fylgir ekki gleði hlátur? Það allavega í minni bók þannig. Þannig að við erum svolítið að teygja út og toga og rangtúlka sund vegna þess að hlátur, það svo merkilegt með hann hlátur, að menn eru svo krumpaðir. Þeir eru með svo lítið sjálfsálið. Svo fyrir ykkur að hlæja, það alveg pattið að hlæja mér. Þetta vandinn. Þetta það sem að og við vitum það. Þessna okkur ekkert vel við það sem að hlæja. Því að þannig líka að við höfum öll gert eitthvað sem við kannski skömmustum okkar svo litið fyrir. Og það bara fer okkur. Ef við heyrum eitthvað hlátur. Það ekki rétt mér. Sjáu ekki hvernig Satan hefur fengið að eyðileggja hvert vígið og eftir öðru sem Drottinn vill reisa. Og hann reisir. Það versta eitur í beinum Satans, það gleði mín og þín. Og við veitum að gleðinni fylgir hlátur. Sem elska að hlæja. Ég átti frænku, hún dáin, blessuð sem minning hennar. Hún var nú þekkt fyrir það. Að hún hló.
Og það fór ekkert á milli mála, nú, hún komin. Hún var eins að hló svo hátt og mikið, það var ekki hægt að fara með henni í bíó. Þegar hún byrjaði að hlæja, þá bara heyrðist það allan sal og heldur betur. En þetta var bara þessi manneskja. Henni fannst margt fyndið og hún hló. Svo litið eftirminnileg. Og hvað er rangt við þetta? Það er bara ekkert rangt við þetta. Akkur tölum við þetta núna? Að þetta var svolítið áberandi, það verði ég að viðurkenna. En mjög fín og góð manneskja, það get ég tekið undir hér. Þannig að það er ekkert rangt við það sem við erum að gera. Svo fremi sem það beinist ekki að manni og konu. Það er alltaf rangt við það þegar einhver beinist að manni og konu, því það segir mér að það er eitthvað að í hjartanu. Hvar er þetta allt? Á hverju? Af því að lífið er eins og það er. Lífið er ekkert alltaf gott. En stundum er það alveg yndislegt. Og við erum manneskjur sem erum að taka svo margt inn á okkur. Og þetta vitum við. Og það safnast fyrir ykkur staðar og alls konar illgresi að skjóta upp hausnum og ángur okkur. Svo verður ykkur að lægja og krumpustu öll. Getur hann í hætt þessu? Það verður í mig. Ja, hann eða hún. Þetta er maður. Þetta er þessi veiklundaði maður sem Drotti viðurkennir að sé veiklundaður og veit hvað hann þarf til þess að byggja upp sjálfstraustið í viðkomandi. Það er sjálfstraustið sem er þessi brynja sem við þurfum að hafa. Með öðrum orðum, byrjunin og sjálfstraustin er þú veist hver þú ert. Veistu það? Veistu hver þú ert? Það er langt síðan ég komst að því á hver ég er í Guði. Ég mér það alveg á hreinu hver ég er í Guði og það finnst mér mjög gott. Það var rosalega trúarstyrkjandi fyrir þennan mann sem þú ert hér að hlusta á og horfa á. Það er uppgötað það, ég veit hver ég stend í Guði. Og þetta gerðist fljótlega eftir að ég frelsaðist og þegar ég lít tilbaka þá segi ég við sjálfa mig, maður hefur aldeilis þurft á oss að halda að vera með þessa vissu uppi. Það er svo margt sem við þurfum að gera. Ég valdi að fara þessa leið. Svo allt í hennu sýndi Drottinn mér það, hann staðfesti þetta fyrir mér, að ég veit hver ég stend í Guði. Ég spyrði aftur, veist þú það fyrir þína parta? Ég bara veit ekkert það og mér varðar ekkert það en ég brýni þig til að komast að því sjálfur og sjálf hvar þú stendur. Því að hafi ég þurft á þess að halda sem ég þurfti, þá þarf þú ekkert síður á því að halda en ég. Það er bara þannig að það er margt sem kemur að þér. Og ég hef með margt sagt við þig það til að mynda sem þú hefur verið að segjum það, sem að gæti fara að rugla í kollinum á þér, nema af því að þú veist hvar þú ert og þú bara stendur á því og það er mikill styrkur. Þetta er það sem Drottinn gaf mér og þetta er það sem hann hefur gefið mörgum öðrum. Og það er ekkert verra og það er ekkert að því að tala þetta út. En ég segi, þú verður að vita hvað þú stendur í Guði. Og þú getur vitað það. Þú ert þér ekki meðvitaður neina synd. Það er eitt sem hægt er að gera og hægt er að lifa við. En það
segir ekki að þarna sé ekki eitthvað sem að hefði kannski mátt gera betur. Sam allt annað mál. Þannig komum við fram fyrir Guð og hann hreinsar okkur af allir í þessari leyndu synd sem kann að vera þarna og örugglega þarna, en hann gefur okkur þetta, þannig að við bara höldum áfram í Jesú nafni. En við segjum þetta svo lokið og við höldum þessu verki Drottins áfram í Jesú nafni.